Í nokkur ár hefur fíkniefnadeild lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu verið með sérstakt símanúmer og netfang þar sem fólk getur gefið upplýsingar, nafnlaust. Það mikilvægt fyrir ykkur að fá símtöl eða upplýsingar frá almenningi sölu og dreifingaraðila? Það bara algjört grundvallaratriði fyrir okkur og sem betur fer held ég að allavega við erum að fá geysilega mikið af ábendingum og almenningur mjög viljugur að vinna með okkur og þetta ég held að það hafi verið svona skipt alveg geysilega miklu máli í þeim aðgerðum sem við höfum verið í undanförnum árum. Það okkar mati bara mjög gott að vita hversu almenningur tilbúinn, þannig að þetta snýst svolítið að virkja almenning í því. Nú held ég að fólk þarna úti sem að mögulega býr yfir einhverjum upplýsingum sé kannski hrætt við það ef það láti ykkur vita að það hafi ykkur eftirmála. Nafnleyndin algjör? Já, hún á að vera það. Ef óskað er eftir því, þá er það. Þannig að það ekkert vandamál og langt best að setja sig í samband við okkur bara gegnum símana sem eru gefnir upp. Þannig að það bæði að senda líka tölvupóst og hringja og fólk að gera það. Mörg dæmi að fólk sem fer í erfiðar aðgerðir fái ávísað sterkum verkjalyfjum. Oft það upp af frekari neyslu. Börn gamals manns sem fór í erfiða bakaðgerð komust að því fyrir nokkrum árum að hann var orðinn háður morfíni. Síðar komust þau að því að hann væri farin að selja læknadópa á götunni. Stuttu síðar lést hann. Vitið þið hvenær hann fór að misnota verkjalyfin? Nei, sjálfur sér ekki hvenær það byrjar. En það hefur örugglega gerst bara það leyti sem hann fær kontakinn, hugsa ég. Þetta hafi byrjað svona fyrir alvöru. Og svo bara smá saman Eykst skammturinn. Hann var þarna, sagði hann okkur að hann væri komin upp í 520 milligram á dag sem ansi mikið fyrir mjög grannan mann sem hann var. Hann var orðinn, þarna undir að síðasta var hann 42 kíló. Hvernig áttið ykkur á því að hann væri að selja lyfin sín? Það nú eiginlega erfitt að átta sig á því hvenær, en það eru svona oft ýmis merki það, eitthvað svona í kringum 2008, að þá hann farin að haga sér dálítið undarlega og ég nú lítið verið í sambandi við hann síðan 2000 og svo þegar við fórum yfir íbúðina hjá honum eftir að hann var látinn að þá fundum við alla hennar skamt og þá grunna okkur það og hann var með svona, hélt yfirleitt bókhald allt og hann hafði skrifað svona miða hingað og þangað. Man fann svona einn og einn miða sem voru upphæðir á, sem manni fannst vera skrýtnar. Og svo kemur hann heim og það brotist aftur inn til hans og þá ráðast á hann. Og 3 dögum seinna hann bara kominn aftur á spítalann. Þannig að þessar grunnsemdir hafa vaknað upp á þeim tíma, Það er eitthvað lyfjum sem að þið funduð heima hjá honum. Viljið þið sýna mér þau? Já, við erum hérna með slakka. Góðan skammt. Þetta sem sagt kontalgin og þetta eru róandi töflur og... Þetta ýmislegt. Róandi hjartalyf, dísipam, metadon. Já, þetta bara svona það sterkasta held ég sem að þetta fá. Hafið ákveðið hvað þið ætlaði að gera við þessi lyf? Nei, við höfum svona verið að velta þessu fyrir okkur alveg frá því hann dó, hvað við ættum að gera. Okkur hefur langað að gera eitthvað við þetta en maður veit ekki hvar maður á að byrja, maður veit ekki hvernig maður á að snúa sér. Fólk sem hefur upplýsingar lækna sem það telur ávisa óvenjulega miklu magni af lyfjum á einstaklinga geta leita til landlæknisembættisins með þær upplýsingar. Þar starfrækt sérstök kvörtunardeild. Það auðvelt bæði fyrir unglinga og fullorðna að kaupa læknadóp á götunni. Það jafnvel auðveldara að útvega sér læknadóp heldur en venjulegt dóp. Því það hefur alltaf verið svo mikil rassía og alltaf þar. Og það þar alveg getur við auðveldar að ná sér læknadóp. Mikið af læknadópi á götunni? Já, mjög mikið. Hvernig útvegar unglingur sér það? Ég gerði það í gegnum einhvern veginn foreldra vina minna og
líka bara, þú veist, fólk sem ég þekkti sem maður var að selja. En ég reynda veit ekki það núna því ég er náttúrulega búin að vera edrú í smá tíma. En það var allavega rosa mikið þegar ég var í neyslu. Er það auðvelt að útvega sér læknadóp? Já, mjög ástæðan, mjög auðvelt. Þú veist, þegar ég var inn í meðferð með þessu, þá reddaði ég mig bara. Hafið þið lent oft í því að það sé verið að koma inn með falsa lyfseðla? Það gerist því miður endur umhverfið. Og það er bara hluti af okkar vinnu. Nú er verið að selja þessi lyf dýrum dómum á götunni. Fólk er að græða mikið á þessu, ekki? Það er gríðalegur álægningur hennilega á þessu, kannski vegna þess að þeir lenda í vondumálum ef við tökum það fyrir að vera með ólöglega pappír undir höndum og reyna að selja lyfseðlar sem eru, eða kaupa lyf út af lyfseðlar sem eru illa fengnir. Og þá eru þau tökum til lögregluna, þannig að það kannski til að vera áætt að vera á því. En okkur er alveg kunnugt það að þeir eru að selja töfluna á alltaf 30-faldu verði því sem við erum að selja hana hérna út í búðinni hjá okkur. En hvernig er að ná í þetta efni og annar læknadóp á götunni? Skítlegt. Það er bara þannig, það er bara skítlegt. Það er basically auðveldara að ná sér í læknadóp heldur en venjulegt. Svona þetta típiska dóp, amfetamin, kókaín, ecstasy. Það getur verið auðveldara bara að ná sér í Ritalin, Kontalgin og þú veist, allt þetta læknadóp. Markhópur sölumanna fíkniefna eru vel skilgreindir að mati lögreglunar. Algengasti aldurinn sem verið að halda efnum og hefur verið í svolítinn tíma er þessi 15-16 og upp í svona 18 ára aldur. Það hefur verið svona þessi elstu bekkir grunnskóla og svo fyrstu árgangarnir í menntaskóla. Það hefur svolítið lengi verið með þeim hætti. Nú eru margir sem fagna því að heróin sé ekki á markaðnum en morfíni er til staðar og það deyja alltaf einhverjir ári út af vegna ofstórs skammts af morfíni. Getum við kallað þetta hræstni? Ég ætla nú samt að taka undir það að það er gott að við höfum ekki heróin. Við höfum sem sé Kontalgin og fentanyl plástra og fleiri sterk verkjastillandi lyf og þau eru stórhættuleg. Það er þannig þegar fólk er að sprauta sig með þessum efnum að þú gleymir því að anda. Þú finnur ekki fyrir andnauðinni eða það er að hlaðast upp eða koltvísýringur. Og það leiðir til þess að fólk hreinlega gleymir að anda og kafnar. Og það er mjög mikið dauðsföll í tengslum við þessi efni. Það er smá skjálfti í þér. Þetta fer að illa. Flugurt. Lagast þetta allt þegar þú er búin að fá sprutuna? Já. Það sé alveg enga þegar heima margur. Yes, maður. Nú er svona klóð í hendina, veist. Ertu nú tilbúin í daginn? Já. Landlæknisembættið hefur eftirlitsskyldu með lyfjaávísunum íslenskra lækna. Geir Gunnlaugsson landlæknir mun sitja fyrir svörum hér í þættinum annað kvöld vegna umfjöllunar kastljóssins læknadóp og ábyrgð embættisins í þessum málaflokki. Við segjum einnig frá ótrúlegu magni lyfja sem einn maður fékk ávísað yfir nokkur ára tímabil, allt upp undir 1500 morfíntöflur á mánuði ásamt fleiri lyfjum.